En við byrjum á þeim Þórólfi og Ernu sem eru sest hjá Sigmari. Velkomin í Kastljós. Takk. Þú hefur verið að skrifa greinar á undanförnu, Þórólfur, landbúnaðarkerfið sem að þér finnst vera skrítið, styrkjakerfið og það allt saman. Það eru fréttir kjötskort í landinu, þetta hangir saman að þínu mati, hvernig? Já, það markmið stjórnvaldsaðgerða á borð við innflutningsbann og þess áttar að bæta einhvern veginn hag neytenda eða það ætti að vera markmiðið. Það sem erfitt að sjá í sambandi við þessar aðgerðir að það geri það. Við sjáum kjötskort, við sjáum að afkoma bænda mjög slök. Við sjáum geysilegan fjárvöxtur úr ríkissjóði á sama tíma og kvartað undan miklum fjárskorti í heilbrigðiskerfinu. Þannig að það mjög margt þarna sem að gengur ekki upp og full ástæða til að staldra við og velta fyrir sér því fyrirkomulagi sem að við höfum valið þarna og stokka spilin upp á nýtt að mínu mati. Já, rektu það í fáeinum orðum, hvernig þessi kjötskortur bein afleiðing af kerfinu? Já, það hreinlega þannig að til þess að flytja inn kjöt til landsins að það miklum takmörkunum háð og ef að þú reynir það þá leggjast á það kjöt sem þú ætlar að flytja inn mjög háir tollar. Auk þess sem að það gert erfitt með ýmsum svona bírókratískum aðferðum að flytja kjöt til landsins eins og fulltrúar verslunarinnar hafa verið að rekja fyrir okkur undanfarið. Þannig að í raun og veru þá effektíft innflutningsbann á kjöti. Þannig að við búum fyrst og fremst við það kjöt sem að framleitt hér innanlands. Já. Núna getur það alla verið boðlegt í samfélagi í dag að það sé kjötskortur. Það ekki kjötskortur, það nú kjarni málsins. Það? Vegna þess að menn hafa nú aldeilis verið að tala það, veitingamenn hafa verið að tala þetta og fleiri og það talað kjúklingin, það talað nauti og það talað lambið. Varðandi lambið, þá kom það margoft fram að það voru til 600 tonna kjöti 1. ágúst í birgðum. Það var farið að slátra hér miðjan ágúst og þannig að skortur á lambakjöti á ekki að hafa verið raunveruleikinn með þessar aðstæður. Tilviljunarkenndar heimsóknir í verslanir geta engan veginn verið einhver úttekt á því. Það verður þá að gera frekar birgða úttekt hjá sláturleyfishöfum til þess að það sé málefnalega unnið. Já, það kannski enginn að halda þið fram að það hafi ekki verið til kindakjöt í landinu, heldur meira það að það hafi ekki verið til allar þær vöru tegundir og öllum tímum sem að neytendur hafa kannski verið að sækjast eftir. Ég held að það hafi verið til á höfuðborgarsvæðinu í fleiri en einni verslun sem ég kom í og aðrir sem ég þekki til, verið til lambalæri og hryggir sem að neytendur gátu nælt sér í á grillið eða veisluborðin sín. Varðandi nautakjötið, þá voru lækkaðir tollar nautakjöti og án magntakmarkana og það búið að opna það til 30. september. Þetta var gert af landbúnaðarráðuneytinu. Skort á kjúklingakjöti, þetta eru glænýjar fréttir, lauslegar svona kannanir sem ég gerði. Ég hringdi nú í framleiðendur meðal annars í dag. Þeir könnuðust ekki við þetta. Ef að svo raunin, þá hlýtur það að vera þá viðfangsefni fyrir landbúnaðarráðuneytið að fjalla það og þeir sem vilja halda þessu fram að koma þessu þangað. Þannig að það ekki kjötskortur og enn síður hann þá afleiðing af eitthvað svona kerfi? Já, hvernig það afleiðing af einhverju kerfi? Varðandi nautakjötsframleiðslu, þá eins og ég sagði, það búið að opna lækka tolla. Og það ekki reynd innflutningsbanni. Við erum með tollalausa kvóta frá Evrópusambandinu. Við lækkuðum tolla á kjöti frá Evrópusambandinu árið 2006. Það 18% tollur pluss kílógjald. Á lambakjöt sem fer frá Íslandi til Evrópusambandsins sem umfram kvótan þar 12,6% tollur. Þannig að þessi umræðum ofur tolla, mennum við tamt að taka þessi orð í munn á þess að láta síðan fylgja hverjar tölurnar eru. Hvað segir við þessu? Já, ég segi ekki annað en það að mér finnst þetta undarlegt í ljósi þess að við fáum ekki ódýrara kjöt en við fáum í búðum og að það skuli, ég sé enga ástæðu til að rengja kaupmenn eða veitingamenn sem að segja að þeir hafi ekki það kjöt, fá ekki það kjöt sem að þeir óska eftir að fá, eigi vandræðum með það. Þannig að það náttúrulega hægt að halda einhverja smávegis að kjöti í geymslum og segja þar með sé eitthvað til í ískapnum
En það þarf að vera, veitingamenn þurfa að hafa sínar birgðir, verslunin þarf að hafa sínar birgðir og það virðist vera að það sé vanti þó nokkuð upp á það. Af hverju er þá þessu umræða svona mikil og svona víða? Það eins og hann að segja, menn eru varla skrökva til það að skorti kjöt. Sko, auðvitað þetta einhverju viðskiptaheimur sem þarna og ég skal ekki segja hvernig mennum semst verð eða afhendingu á þessum vörum. Varan var til, ég held að það sé, það hefur ekki verið hrakið held ég. En hins vegar getur maður ekki svona hort fram hjá því að svona umræða þegar hún fer af stað þá eru svona stökkva fleiri á hana á tíðum og svona sjá þarna sem tækifæri til að gera svona, banka svolítið í þetta kerfi eða þessa umgjörð landbúnaðinn. Óttu við að þetta sé skipulögð umræða hönnuð einhvern veginn til þess að grafa undan kerfinu? Nei, ég ætla ekki að halda þið fram á sig skipulögð, en verslunin hefur auðvitað hagsmuna því að breyta þessu umhverfi, ná í stærri hluta af virðiskeðjunni fyrir sig og auka sinn hagnað og ég held að sé alveg hægt að sýna fram á það með tölum yfir það sem hefur gerst annars staðar og innflutningstakmörkunum verið breytt að þetta ekkert endilega ávísun á lægra verð alltaf til neytenda, heldur kannski frekar að milliliðinni taki stærri hluta til sín. Já, ef að kerfið funkar svona eins og þú ert að tala hvað þá hægt að gera í staðinn? Því að sumpart eru menn náttúrulega með þetta kerfi til þess að vernda einhverja hagsmuni að þeir telja, það ekki? Það alls konar rök fyrir því að gera þetta. Það alls konar rök fyrir því að gera þetta og ég hef reynt að fara í gegnum það í mínum huga hvort að kerfið að uppfylla þau rök og það ekki að því. Það getur verið rétt að hafa einhverja takmarkanir ef að það bætir hag neytenda með einhverjum hætti. Ég get ekki séð það að auka frjálsræði með verslun með kjöt verði til þess að hagur neytenda versni. Það ekkert langt síðan að En hvað með bænduna? Hvað með þá sem að framleiða? Staðan þannig. Ég reyndi nú að skoða reikninga kindabús, meðalbús í sauðfjárrækt og þá kemur í ljós að söluverðmæti afurðana álíka mikið og aðfengin, það að segja olía, bagaplast og svo framvegis kostar bóndan. Og eiginlega allur virðisaukinn sem að tilverður í þessari starfsemi kemur með tilfærslum frá neytendum. Það verið að eyða jafn miklu af framleiðslu auðæfum eins og verður til í þessari starfsemi og eftir situr bæði fjármagnið og vinnuaflið án þess að fá nokkuð annað en það sem að skattgreiðendur rétta til sauðfjárbændana í gegnum beingreiðslur. Þannig að bændurnir þeir lifa á styrkjónum frá skattgreiðendum. Mér langar bara að segja það þetta nú ekki nýtt að þessi búvörusamningar sem stjórnvöld og bændur gera og þessi samningar ekki aðeins gerðir við landbúnaðarráðherra heldur fjármálaráðherra líka. Þessu samningar var öllum breytt síðast 2009 einu bretti 18. apríl og af þáverandi fjármála og landbúnaðarráðherra Steingrími J. Sigfússyni. Síðan voru kosningar, kom saman nýtt þing þar sem voru greitt atkvæði þessa samninga, breytingun á þeim. Og þá þetta samningarnir eru fyrir þinginu. Það voru 55 þingmenn viðstaddir atkvæðagreiðsluna, 53 sögðu já, 2 greiddu ekki atkvæði. Hvað verið að frætta? Já, en hvað segir þessa fullyrðingu að í raun og veru séu bændurnir bara að lifa á styrkjunum, hitt í raun og veru jafnist út? Ég vil segja það að það ákvörðun að veita þarna fjármunum til sauðfjárræktar í landinu til að tryggja framboð á dilkakjöti, styrkja búsetu, byggð og nýta landsins gæði. Það ákveðið að gera það með þessum hætti og síðan það tekjustruktúrinn. Þetta er svolítið svona af því bara rök. Af hverju má þetta ekki bara vera frjálst? Af hverju má ekki bara neytandi ráða því? Íslenski bændur veðja þá á það að þeirra framleiðsla sem allir mæra og lofa í hástert standist bara samkeppnin erlendis frá. Það vilja ju væntanlega allir áfram kaupa íslenskt lambakjöt. Íslenskt lambakjöt hefur nú sem betur fer sterka stöðu en við viljum nú samt hafa starfsemi í landinu all land, nýta náttúrugæðin, tryggja hér ákveðið matvælaöryggi, lambakjöt, mjólk, annað kjöt og svo framvegis og til þess höfum við ákveðið að skapa þetta umhverfi. Hvað
eitt af þessu sem svolítið tala maður ágætt að koma inn á það er matvælaöryggið, fæðuöryggi landsins. Já, ég skal koma inn á það, en aðeins þetta með styrkina og búfjársamningin. Ef að markmiðið að ná fram búsett út allt land og svo framvegis, þá ætti að vera einhver skilyrði í samningnum og í styrkjagreiðslunum sem að skilyrða greiðslurnar við það að þú búir einhver staðar, að það sé munur að því að búa á Grímsstöðum og Fjöllum eða hérna í Kjósinni. Það er smávegis þarna til þess að styrkja byggð, það eru held ég 1 eða 2% af upphæðinni sem að rennur í beingreiðslurnar sem að eru eyrnarmerkt þessu ákveðna tilviki. Það eru 50 milljónir af 4 milljörðum sem að eru eyrnarmerkt þannig. Styrkinni renna samt til bænda út allt land. Já, en það er engin greinarmunur gerður á því. Nú getum við alveg sæst á það sem að það sé dýrara að búa á Kópaskeri eða á þeim hluta landsins heldur en hér í Reykjavík. Þá myndi maður sjá fyrir sér að það væri eitthvað hærri styrkjagreiðslu sem að gengju til þeirra sem að byggju þar sem að erfitt aðföng og svo framvegis. Þannig það ekki. Þannig að það ekki verið að reyna að sníða þessa styrki að markmiðinu. Þannig að í mínum huga þá þetta arfavitlaust kerfi. Ef að menn ætluðu sér, það eru tilgreind hérna markmið í samningnum, það ekkert í framkvæmdinni til þess að styðja við þessi markmið. Annað en að henda peningum í þá sem að eru með ákveðin fjölda af rolluhausum á fóðurum á ákveðinu tíma á árinu. Já, hvað segir við þessu? Ég segi náttúrulega það að þessi peningar, þeir fara út land. Margir bændur hafa ekki eingöngu afkomu sína á sauðfjárrækt, heldur styðja þessar tekjur hvað annað. Menn hafa kannski tekjur á annarri starfsemi með og þannig þéttist byggðin út land, styrkist tekjuöflunin og við erum að nýta gæði landsins til þess að framleiða verðmæti fyrir þjóðina. En þegar að það verið að eyða þessum fjármunum á sama tíma og það verið að skera mikið niður í heilbrigðiskerfinu til dæmis, að þá að minnstakosti krafan svo að það sé gert með markvissum hætti. Ég segi bara aftur, þessi 53 alþingismenn, sögðu já. Já, það engin trygging að 53 alþingismenn segja eitthvað að aðgerðin sé markviss eða skipulögð. Nei. En hvað segirðu með þetta sem var komið aðeins inn á, það stuttur tími, það fæðuöryggi vegna þess að það oft svolítið stóður röksemd þegar menn tala landbúnaðarkerfið. Já, það má ýmislegt það segja. Nú, hvað meina menn með fæðuöryggi? Meina menn með fæðuöryggi að það sé hægt að tryggja matvæli til landsins ef það styrjaldarástand eða eldgos eða eitthvað þess áttar? Nú, þá skiptir þetta engu máli vegna þess að öll landbúnaðarframleiðsla mjög háð olíu. Leið og olíu aðfærslan stöðvast til landsins, þá stöðvast líka landbúnaðurinn. Þannig að ef maður vil tryggja matvælaöryggið þannig, þá gerum við það með samvinnu við aðrar þjóðir. Já, ég verð að leyfa þér aðeins að útskýra þetta með fæðuöryggið en stutt vegna þess að tíminn nánast búinn. Ég skal segja það, Sigmar, ef það kjarnorkuslys á Bretlandi, eitt af því fyrsta sem að fréttamenn hérna svo myndi gera var að hringja upp í bændasamtök og spyrja hvað væri mikið til að mat í landinu. Það þetta sem að við eigum meðal annars við því að tryggja hér fæðuöryggi. Það alveg rétt hjá Þórólfi, auðvitað til lengri tíma þá erum háð þessum áfengum. En bara 2008 svaraði ég sjálf fréttamönnum sem voru að hringja og spyrja hvað mikið til að kjöti, hvað mikið til að þessu og hinnu. Þeir voru að vera að tala það að skammta gjaldeyri til að kaupa hér inn dýralyf, kjarnfóður og svo framvegis. Þannig að þú ert að meina að þetta sé Ég er að meina að þetta sé raunverulegt viðfangsefni. Já, það nóg til þess að tryggja þetta að það séu byrðir í landinu. Það skiptir engu máli hvers stimpill dýralæknisins á því kjöti Það eru ákveðnar byrðir í því að vera með hey og skepnur í húsum til þess að framleiða mjólk. Það stoppar allt saman leið og traktorinn stoppar þegar olían stoppar. Já, við skulum sjá til. Við höfum ekki lengri tíma til þess að fara nánar inn í þessa umræðu. Við gerum það örugglega síðar. Takk fyrir að koma í Kastljós. Takk fyrir.